Sonur hundraðshöfðingjans. Einu sinni var hershöfðingi sem réð yfir 100 hermönnum. Hann átti heim í borg sem hét Kapernaum og hafði mikil völd. Hann kallaði á hermenn sína til sín með skipanir. Farð þú með þetta bréf fyrir mig til kóngsins eða færðu mér rjúkandi heitt kaffi, og hann var hlýtt skilyrðislaust. Svona stjórnaði hershöfðinginn öllum hernum. Hermennirnir báru mikla virðingu fyrir honum. Orð hans höfðu mikil áhrif. Dag nokkurn, þegar hundraðshöfðinginn var úti við, kom einn af hermönnum hans hlaupandi til hans sveittur og skjálfandi með tárin í augunum. Ég var sendur til að segja þér að litli sonur þinn er mikið veikur, herra hundraðshöfðingi. Ég hræddur hann lifið ekki af. Ég var beðinn að sækja þig. Það var eins og hjarta hundraðshöfðingjans mist úr slag. Eins og þið vitið, gerðist þetta fyrir 2000 árum og þá gat það verið mjög hættulegt að verða veikur því að það voru ekki til nein almennileg meðul til að gefa veiku fólki. Hann flýtti sér heim. Hundraðshöfðinginn kraup við rúm sonar síns hjá konu sinni. Þetta eru mjög slæm veikindi, sagði læknirinn sem var staddur þarna. Ég veit satt að segja ekki hvað ég á að gera til að hjálpa honum. Hugsanirnar hringsnerust í kollinum á hundraðshöfðingjanum. Sonur hans mátti ekki deyja. Hvað get ég gert? Hugsaði hann örvæntingafullur. Allt í einu mundi hann eftir svo litlu. Hann hafði heyrt að Jesús væri að koma til bæjarins. Ég gæti farið og beði Jesú að koma og lækna son minn. Hundraðshöfðinginn hafði nefnilega heyrt margar sögur af Jesú og vissi að Jesú gat lækna fólk. Hann hljóp því af stað. Hann hljóp eins hratt og fætur toguðu og mátti engan tíma missa. Loks fann hann Jesú. Hann var móður og másandi þegar hann sagði við Jesú: Drottinn, sonur minn liggur heima mjög veikur. Hann getur ekki einu sinni hreyft sig. Jesús horfði á hundraðshöfðinginn og sagði: Ég kem og lækna hann. En þá sagði hundraðshöfðinginn: Drottinn, ég er ekki verður þess að þú komir heim til mín. Það er nóg að þú segir að honum batni, þá veit ég að hann mun verða frískur á ný. Ég veit að orðin hafa mikil áhrif. Ég þekki það sjálfur því að allt sem ég segi hermönnum mínum að gera, það gera þeir undir eins. Jesús varð undrandi á svipinn og sagði við þau sem fylgdu honum: Sannlega segi ykkur, þvílíka trú hef ég ekki fundið hjá neinum. Far þú og verði þér sem þú trúir. Á þessari stundu varð sonur hans heill. Þegar hundraðshöfðinginn kom inn dyrnar, kom hann hlaupandi á móti pabba sínum, brosandi og rjóður í kinnum.